Herðu, velkomin. Þakka þér kærlega. Gaman að fá þig heimsókn. Já, takk fyrir að fá mig. Ég man hvenær ég tók síðast svona, það var örviðtal við því, ég veit ekki hvort að þú manst eftir því, það var á torgi í Amsterdam þegar Ísland var að fara að spila útileiki með Holland sem við síðan unnum. Þetta alveg hárrétt munna held ég þegar, þetta var afmælisdaginn minn. Var þetta afmælisdaginn? Já, þegar við unnum frækinn sigur í Amsterdam. Já, það sem ég man nefnilega er að við notuðum í dímyndinni og Jökull Elvar og ég man að þú varst svona einn fyrsti maðurinn af því þegar maður var búin að vera innanbúðar þá upplýðum maður svo sterkt einhvern veginn bara þeir ætluðu áfram. Og ég man þegar ég tók viðtal við að þú varst einn af þeim fáir sem varst einhvern veginn alveg vissum bara þetta er að fara þarna sko. Það var sko, þeir voru búin að smita mig þarna. Það var svoleiðis sko. Já, það var bara... Ég heyrði það alveg áður, með minni meiri að þú hefði spáðið við myndum bara vinna þennan leik. Já, ég mitt spáð bara 1-0 og bara þægilegt. Já. Það var minn dagur. En þetta var eiginlega því að það náttúrulega gerðist svo ítrekkað að það var sko stærsti leikur í sögu Íslands, stærsti sigur í sögu Íslands og allt þetta. Já. En þarna fyrir mér var þetta tekið á svolítið annað level þarna. Eitt var að vinna Holland á Laugardalsvelli en að vinna þá á útivelli. Ég er nefnilega alveg sammála því. Það var bara, ég held að því að í svona stórum hóp þá eru alltaf einhverju sem er að efast, þú veist, er ekki alveg 100% vissur að við séum að fara að gera einhverju hluti og ég held að þeim hafi verið snúið þarna þegar við vinnum, þú veist, þessa rísa knattspyrnu þjóð Hollendinga á þeirra heimavelli, þá held ég að allir hafi bara verið með, ok, við erum að fara að gera þetta. Já. Ég man eftir einmitt einu, ég held að það hafi örugglega verið það var þessi leikur, þegar ég kem að því ég var að gera myndinu og ég var með liðin alltaf og þegar ég mætinu dyrnar á hótelinu í bara fyrsta skip þegar ég var nýlendur á flugun, leikmennir helmingurinn komin, helmingurinn ekki og þá kem ég inn dyrnar og þá var einn af sjúkraþjálfarinn sem kemur á móti mér og segir, við erum að fara að vinna þennan leik og það var 4-5 dagar í leikin sko. Og þá hugsaði ég með mér, já, þeir eru að fara að vinna þennan leik. Ég hef mitt heyrt það svona frá þú veist, þessu liði sem að var að vinna í kringum lið eins og sjúkraþjálfara og svona að þetta byrjaði bara, þeim leið og þeir komu saman, þá var eins og þjálfarateymin næði bara að strá út einhverjum andrúmslofti þar sem að menn bara fóru að trú alltaf. Að því að menn voru að koma úr alls konar vitleysu, margir hverjir sko, í sínum liðum það sem ekkert gekk og ekkert að spila, en þarna bara voru mættir og voru stærstu leikmenn í heima allt tínu sko, sem að gerði þetta svo geggjað. Ég man ekki orðrétt á það sagðir, en það var eitthvað, það er ekkert sem jafnast á við þá tilfinningu sem fyrir íþróttamann, þú ert komin á þannig stað að þú bara, þér líður alltaf eins og þú sért að fara að vinna þegar þú stígur á völlin. Þú náttúrulega hlýtur að þekkja það bæði sem leikmaður, þjálfari og síðan náttúrulega íþróttalýsir og íþróttaáhugamaður. Hvað gerðist með þetta lið? Af því þetta er nú eitthvað sem án þess að maður vilja vera svartsýn þá svona vitum við ekki hvort að það er endurtekið að þeir fari áttalið úrslit. Nei, þeir eru einmitt sko, ég held að sé engin spurning að þetta er ákveðin gullkynslóð sem við höfum fengið að njóta núna undanfarin áratug í raun og veru og hann er svona detta, þeir eru svona 30, flestir af þeim núna þannig að einhverjum myndi segja kannski að það er stutt eftir en sko þessari spurningu hvað gerðist ég held að þetta séu bara svo ótrúlega margir samverkandi þættir sem að einhvern veginn það er ekki hægt að setja þetta á eitthvað eitt samt í fyrsta lagi þá erum við með ótrúlega stóran hóp þarna, þú veist, við hefum alltaf verið að fá upp góða leikmenn og þess áttar en þarna fáum við upp bara ákveðin kjarna sem að upplifði það að fara í lokakeppni 21 árs landsliða einhverjum árum á undan og ég er ekkert hissa þó að bara sá smjörþefur bjóð til enn meira hungur sko að fara á stóra sviði síðan er bara einhver svona andi í þessum hóp og ég held að þjálfarinn hafi komið inn bara á besta tíma að fá einn svona reynslubolta. Svo er eitthvað annað sem gerist að því að ég hugsaði oft þegar ég var innanbúða með liðinu og segi hvernig ætla væri að vera núna inn á hótelunni hjá portugalska liðinu eitthvað því ég get ekki ímyndað mér að það hefði verið jafn mikil svona einhvern veginn svona togetherness sem ég nota ennstorð og síðan gerist annað líka það er einhvern veginn á ákveðnum kafla þá er Aron Einar þarna bara
svo ég fara nú bara í Chelsea að þá var hann svolítið bara eins og N'Golo Kanté leikur við og Gylfi svolítið eins og Eden Hazard þannig menn voru einhvern veginn í landsliðsverkefnum voru þeir alltaf á okkur bara öðru level heldur en jafnvel strákar sem voru standa sig mjög vel með félagsliðunum hvað skýrir þetta? Ég vona það sé bara þetta sko, þjóðarstolt einhvern veginn sem hefur einkennt okkur alltaf sem þjóð þú veist, við erum lítil eyja og ég man bara eftir því að ég var yngri sko, þú veist, það er bara ef það gerðist eitthvað þú veist, sem að Íslendingur vakti athygli, maður var svo stoltur af þú veist, löndum sínum og bara þjóðinu og svona og ég held þetta sé bara ríkt í okkur við stöndum alltaf saman þegar að mest á reynir og í þessu liði er einhver svona einstök harmonía sem að þú veist, það er ekki hægt að ég held að sé ekki hægt að búa það til annarkvort er það eða ekki það er ekki eitthvað sem einhver ákveður að verði og það, eins og þú segir þessi leikmenn, þú veist, Aron Einar Gunnarsson hvað er þetta að segja þann mann sem að er búin að fórna nánast lífi og limum bara fyrir það að spila landsleik það er bara þannig og nánast búin að fórna ferli sínum bara til að spila landsleiki því að ég veit alveg það að sko liði sem hann eyddi lengstu tíma hjá Cardiff þeir voru bara langt í frá að vera ánægðir með framgöngu hans í landsliðinu sko, þó hann var náttúrulega að standa sig frábærlega bara hann væri að spila suma leikina því að hann gat ekkert spila síðan marga leiki á eftir fyrir Cardiff en það er bara eitthvað í honum og þú veist, þetta skjaldamerki á bakkinu, það náttúrulega segir ýmislegt en þú veist, það er eitthvað þarna í þessu strákun sem að bara þeir vilja svo standa sig fyrir okkur. Svo var nú einn í liðinu sem einmitt var sko ef að ég er náttúrulega ekki ég er ekki fótbolta sérfræðingur þó ég hafa alltaf haft gaman á fótbolta og svo gerði ég þessa mynd og svona þá hef mér sagt svona það eru svona 3 leikmenn sem oft talað að hafi verið svona fenómen sem mjög ungir drengir á Íslandi og einn af þeim væri þessu liði, Kolbeinn Sigþórsson og hann náði svolítið því með landsliðinu svo Eiður Smári Guðjónsson og svo maðurinn sem situr hér, Guðmundur Benediktsson hvernig var þetta þegar þú var það draumur þinn að ná að gera svona hluti með landsliðinu og á þeim tíma voru menn á einhvern nátt fannst mönnum á einhvern nátt raunhæft sko þegar maður var mjög ungur þá var maður með þessa drauma bara út á sparkvelli að þá var maður að spila HM-leiki bara fyrir Íslands hönd, sko það var alveg þannig en ég get alveg viðurkennt það svona þegar maður fór að eldast og koma svona úlingsárin og svona aðeins farin að hugsa þetta meira þá var maður nánast búin að gefa það frá sér sko, það var bara það var ekki séns, maður þyrfti bara að fara í eitthvað risalið til þess að vekja þessa athygli, það væri líklega ekki hægt með íslenska landsliðinu og við vorum ég veit ekki, við vorum bara ekkert sérstaklega nálægt í aldrei og ég var eiginlega búin að gefa það frá mér satt að segja svona nánast þar til við höfum að nálgast þetta og komist í umspil náttúrulega þarna 2014 að þá var maður svona fyrir það var maður svona ég var ekkert sem ég myndi lifa það Hver var nú, að því ég er að reyna að muna hverju voru þegar þú varst í landsliðinu lendir alltaf í vandræði með meiðsli en þegar að þú varst að ná að vera inn í landsliðinu, hvað var öflugasta landslið sem þú varst? Þegar ég er hérna bara 21 tveggja svona þá erum við ennþá með ég er það gamall að við erum ennþá með stjórnir sko Arnór Guðjónsson er að spila og er náttúrulega bara risastjarna. Hann endist lengi. Já, hann gerði það svo sannarlega og heldur margir hann var í búin eitthvað þegar hann fór til Svíþjóður en þá var bara ákveðin að vera bestur í Svíþjóð í nokkur ár og síðan heldur allir að hann var í búin þá og þá kom til Íslands og var bara bestur þegar hann kom heim. Hverju voru þarna fleiri, þú veist. Ég man nú svo sem ekkert, sko, ég held að Eyjólfur Sverrisson að vera þarna. Eyjólfur var að spila hvort hann kom til Tyrklands þarna. Er þú þarna í smá millibilsástandi áður en síðan liðið sem að var svona næsti að koma sem að tapaði út í Þýskalandi? Í Þýskalandi, já. Þú varst áður en það var það? Já, en síðan spila ég reyndar líka landsleiki, þú veist, 90 og, já, held ég spili
síðast landsleiki með 2000 eða eitthvað svoleiðis en þeir voru líka svona kom inn sirka á þessum tíma, einhverju af þeim sem voru þarna í Þýskalandi þegar við vorum kannski komin sér næst í og þegar við spilum við Frakka þegar Gauji að þjálfa að þá voru svona það lið sem að ég var svona aðeins að flækjast í kringu þegar ég spilaði þessa mína landsleiki sko. En það var bara allt og lítið sem að gera því. En eins og ég segi, það enga ríkjur að það talað að þú hafi verið bara svona, ef við erum að tala bara niður í kannski svona 15 ára, að þú hafi verið bara einn allra besti 15 til 16 ára leikmaður. Eiður Smári var náttúrulega bara besti leikmaðurinn í íslensku deildinni 15 ára gamall. Hann var bara mjög nálægt því hann var bara einn besti leikmaðurinn í deildinni 15 ára. Já, það var svoleiðis. Gjörsamlega eini leikmaður, ég fullir það alveg, eini leikmaður sem ég hef séð 15 ára sem hefur tilbúin líkanlega í að spila í meistaraflokki. Þegar þú veist, ég var á sín tíma yngsti leikmaður sem spilaði efstu deild og það síðan margir einhverju bætt það með, Eiður bætti það með líka held ég og síðan einhver bætt það eftir það. En ég hef ekki ennþá séð neitt annan leikmann á þessum aldri 15 sem hefur verið að spila í meistaraflokki sem hefur verið tilbúin í það eins og Eiður Smári var. Líkamlega. Já, líkamlega var hann bara eini sem var tilbúin af okkur. Og það sást náttúrulega langar leiðir að það var eitthvað að fara að gerast þar á þeim bænum. En það sást líka langar leiðir að það væri eitthvað að fara að gerast þér. Svo lendur í þessum meiðslum. Hvernig, þú hugsað tilbaka núna, ef að ferilliðin hefði verið alveg sléttur og feldur þegar að kema meiðslum, hvað hefði náð langt? Þetta líklega svona erfið spurning sem ég fengið, sko. Bara nokkuð tíma held ég. Nei, enga hóvar. Komdu með þetta er, þú veist, maður getur bara svara, sko, kannski hvað maður hélt og eitthvað svona, en þú veist, þú getur ekki fullirt eitt eða neitt þetta. En þú veist, í raun og einu sem ég get sagt þetta er að, sko, áður en að bara síðustu vikurnar, áður en ég slít fyrst krossband, að þá eru öll stæðstu liðin á Englandi, Þýskalandi, Skotlandi og bara mjög víða. Þau voru öll búin að bjóða mér að koma. Þangað til ég slít krossband í nýja þarna, 15 ára. Og þá hættuðu öll við nema 2. Og það var Stuttgart í Þýskalandi, það sem Ásgeir var og síðan Germinalekarinn í Belgíu sem að búið að tala við mig lengi en þú veist, Tottenham, Arsenal, Everton, þú veist, þau voru öll þarna og voru bara að fylgjast með og síminn var bara að hringja og þetta var bara að fara að gerast en síðan gerist þetta og þú veist, þetta er ótrúlega fljótt að breytast í þessum heimi en þannig að þú veist, maður getur aldrei svarað í hvað og ef, en einu sem ég veit er að ég ætlaði alla leið. Ég ætlaði að vera bestur í heimi, sko. Þú veist, það var ekkert flóknara. Það var bara það sem ég stend af. Það vera bestur í heimi og ég þurfti því miður að svona aðeins að breyta þeim plönum. Þó ég ekki breyti eftir fyrstu krossbandaslitin og ekki heldur eftir önnur. Það var svona eftir 3., 4. sem ég var farin að hugsa ég næ líklega ekki að vera bestur í heimi. En ég ætla að gera það besta úr þessu. Þú veist, það var svona... En þú þó náða svona halda þér þetta sterkum andlega eftir fyrstu og önnur? Já, ég held það að því að ég tek það ákvörðun að því að, eins og ég segi það, þú veist, það voru bara þessi 2 lið sem stóðu eftir að ég meiddist svona illa á hnénu og ég tek það ákvörðun að fara til Belgíu og gera einhvern 3 ára samning þar og ég slít síðan aftur bara þegar ég nýbyrjur að æfa eftir fyrstu aðgerðina og þetta, ég var búin að slíta 3 þarna þá svona ég hugsa ef ég ekki fari út ef ég bara verið heima tekið einhverju endurhæfingu heima og þú veist, farið í skólan heima og eitthvað svona þá held ég að ég hef gefist, þú veist, mér finnst líklegt að ég hef gefist upp þar en þetta var vinna mín þarna úti og það var ekkit annað í boði heldur en bara, heyrðu áfram og reynum aftur og ég held að það hefði hjálpað mér að ég var bara í því umhverfi að þetta var vinna mín að spila fótbolta. En hvernig var hugsanlegt þetta? Hvernig er að lendi þegar þú
þú finnur jafnvel að mómentið þegar þú finnur að það er eitthvað sem farið og þú veist að þetta er ekki vika eða 2 vikur. Þetta hlýtur að vera alveg rosalega erfið tilfinning að þú ert að horfa fram á einhverja svona hrútleiðilega endurhæfingu í mánuði svo mánuðum skiptir og í besta falli ert að fara að komast á svipaðan stað og þú varst á bara fyrir einhverjum dögum. Þetta er ógeðslegasta tilfinning sem að þú færð sem íþróttamaður. Þá ertu bara því að sko þetta gerist í fyrsta skiptið þá er þetta ekkert það er hundfullt að vera meiddur en þú veist ekkert hvað þú fara út í og þú bara trúir því að þú munir bara jafna þig og verði komin síðan á stjá aftur eftir einhvern ákveðin tíma. Svona meiðsli eru alltaf í raun og veru 6 mánuðir að minnsta kosti og þeir tala með sig það síðan að taki 2 ár í raun og veru að ná síðan fullum styrk því að þetta er bara mikil inngrip sem það þarf að gera í nið og líka með bara tekur tíma að jafna sig þannig að þú veist með allar aðgerðina þá er ég svona að ná fyrir styrk kannski núna 20 árum seinna svona fullur styrk en Ertu skakkur og skeldur eftir þetta? Já, ég er handónýtur sko og ég get bara sjálfum mér kennt með það dæmi sko en að því að mér var trekk í trekk var með bara svona bent á það af læknum að ef ég hefði áhuga á að ganga og þess áttar að þá væri ágætt bara núna að hætta þessu. Þú veist, það var því ég var 25 ára og 26 og 7 og ég spilaði, þú veist, til 35-6 ára aldurs og það var ekki gáfulegt en ég sé ekki neitt eftir því að þetta er, þú veist, þetta var og er það skemmtilega sem ég geri er að spila fótbolta og það komst ekkert mikið annað í lífinu en ég held samt sko ég er ekkert sérstaklega mikill maður að líta mikið í einhvern spegil og sérstaklega ekki í baksýnisspegil eitthvað svona hvernig þú veist ég trúi því bara að þetta hafi styrkt mig í lífinu af því að þetta var svo sannarlega mótlæti. Þú náðir eiginlega alveg nýjum hæðum þetta þegar þú varst komin einhvern veginn á þann tímabili það lá við að ætti að taka þér fótinn. Já, ég lendir náttúrulega í því bara eftir eina aðgerðina að ég held að sé haustið 96 að þá er ég að fara bara í svona eðlilega krossband aðgerð eins og eðlilegt eins og það getur talist þú ert að fara í hann í 5. sinni eða hvað það er en þar lendi ég í því að ég er bara sendur heim sama dag og ég bara leggst fyrir heima og síðan er ég alveg svakalega verkjaður og ég var búin að fara inn gegnum nokkrar aðgerðir og ég hef aldrei lent í þessu að vera svona svakalega verkjaður og ég hringi í læknirinn og útskýri að ég sé alveg bara það sé mjög skrítið hvað ég er alveg gjörsamlega að drepast og hann útskýrir bara á móti að þetta séu bara orðnað það marga aðgerðir og líka minn tekur þessu verr og verr eftir því sem aðgerðin eru fleiri og það séu ekki til þess að gera ég taka auka parkodín eða hvað það er sko og bara ég verði aðeins að harka mér en síðan bara á 3. degi þegar ég er ekki búin að sofa ég er kannski búin að sofa í svona hálftíma í þessa 3 daga síðan ég var komin heim eftir aðgerðina bara gjörsamlega orðið sturlaður þá bara tekið það ákvörðun að skríða út í bíl og ég er ekki að ljúga neinu að við vorum á Nesi þar bjugguð þá og ég var bara einn heima kona var einhvers staðar og ég gafst upp og ég skríð í raun og veru inn í liftuna og niður á bílastæði og ég skreið inn í bíl og ég keyrði einhvern veginn upp á sjúkrahús það sem ég tekið á móti mér og þá kemur bara í ljós að hnéð er bara 4-falt og það er svart og þá er ég náttúrulega bara strax og þeir sáu það þá er ég rifinn inn á gjörgæslu og það er bara farið að skoða hnéð og kíkja og það er bara yfir fullt af drullu það var bara þessi heljarina sýking sem hafði krasserað eftir aðgerðina og ég lá þar inni í ég held að ég sé að fara með rétt mál 6 vikur inn á sjúkrahúsi
það sem að mér var einmitt, það var bara tilkynnt að þeir væru ekkit vissir hvort þeir næðu að losa sýkinguna úr á þess að vera með heljaran inngrip og það væri raun og bara svona helmingslíkur að þeir þyrftu að taka af við hné. Og það eru ekkit sérstaklega fréttir að fá. Ég get alveg fullyrt það. Það er svona með verri augnablikum. Þetta hvenær? Þetta er haustið 96. Þú spilaði fótbolta eftir þetta? Já, ég get sagt þér það, bara mitt sumar 97 byrjaði ég að spila aftur og einmitt spilaði síðan til 2009 sko, þetta spilaði 12 ári viðbót. 97, þetta hefur verið tíminn sem að ég þekkti þig en þú þekktir ekki mig þegar ég fór á KR-völlin og sáði spila það. Já, þú veist, ég ætla nú ekki að segja hafi spilað, ég skakklappaðist einhvern veginn hann að 97 tímabilið. Ég er að segja að það segla í þér að halda alltaf áfram þrótt fyrir margir myndu hætt eftir svona. Já, ég eins og ég sagði áðan, þá er bara þetta er það skemmtilega sem ég geri og ég var ekki og er ekki reyndar búin að finna neitt sem er skemmtilega en þetta. Þó ég sé búin að ná einhvern veginn að halda mér í kringum íþróttuna, þá er ekkert sem að jafnast það að spila leiki og bara hafa áhrif. Það er stórkostlegasta í íþróttum. Maður er ofta að hugsa þetta mitt, ég þekki þetta ekki, hafandi ekki verið íþróttamaður á efstastígi, en nú ertu búin að vera að horfa á Last Dance? Svo sannarlega. Þar hugsa maður einmitt að því Jordan var svona átrúnaða góða mitt og þá hugsa maður einmitt af hverju var hann að fara í Washington Wizards sko. Af hverju kláraði hann ekki bara þarna, þá er það sennilega þetta, það bara er ekkert sem jafnast á við þetta. Já, ég sá nú einmitt að því að þú veist maður einhverju að spyrja sig að þessu, af hverju fór hann þangað? Sko, hann var 38 ára gamall held ég þegar hann fer þar og hann var aðeins ryðgaður í byrjun en hann var stórkostlegur þar til að veiðist sko, hann var stórkostlegur þangað til að meiðist og þetta Washington-lið hefði verið farið að gera eitthvað í alvöru ef hann hefði ekki meiðst og þurfti að spila bara öðrum fætunum það sem eftir á tímabilsins. Hann var, þú veist, þetta er náttúrulega ég er að segja þessu, ég er að fá gæsa bara að hugsa hann sko, því að maður er að horfa á þessu þætti að þetta er stórkostlegt þó að hann fái kritik fyrir það að vera með framleiðandi í þessu eitthvað svona, hans hlið kannski kemur meira fram heldur en annað, þá skal enginn efast það hvers konar guðskjöf til íþrótta þessi maður var og er. Já, ég held að þú var eitthvað sagt að Maradona hafi verið í miklu uppáhaldið þér. Ég sko, það var fyrsta HM sem ég horfði á. Ég er nú gamall til að segja og horfði á HM 86. Þá varði ég Maradona maður, bara á einum degi. Og Maradona og Jordan hafa alltaf verið númer 1 og 2 hjá mér, en svona sem einhvern veginn bara svona íþróttamaður. Þá er fyrir mér enginn sem nær Jordan. Sko. Nei. Það er einhvern veginn þetta með að fara 6 í úrslitin, fór ekki einu sinni í síðasta leik. Og þetta kemur allt mjög vel fram í þessari, þetta er stórkostlegt sjónvarpsefni. Já, ég er alveg sammála því og ég er bara svo ánægður að því að, þú veist, eins og þú veist, maður svona ólst upp við þetta að horfa á Jordan og, þú veist, maður vakti heilu næturnar til þess að sjá leikina í NBA. Varstu Chicago-maður? Ég var aldrei svona, ég átti mér og í raun og ennþá ekki neitt svona lið. Nei. En ég er meira svona maður veist, ég finn með mann sem ég bara þetta er gæinn sko. Þetta er gæinn. Og þú veist, ég bara svo ég get hort að endalaust á svona íþróttamenn sem bara stjórna leiknum. Mér finnst það bara svo stórkostlegt að þú skulir vera þetta skulir vera til, þú veist, við erum að sjá við erum svo heppnir með fótboltamenn í dag að tveir sem að hafa bara svona tröllriðið öllu og ég er nánast fúll þegar mennir eitthvað að reyna að bera þá saman eitthvað, þeir eru svo ólíkir, annar er bara fæddur knattspyrnumaður og hinn er fæddur íþróttamaður í Messi og Ronaldo sko. En þetta eru bara svo mikið forréttindi að fá að fylgjast með þessu og maður þó maður sé komin, þú veist, ég er 45 ára í dag
þú veist, ekki ammali í dag, en er 45 ára, þessu þetta allt ammali þegar maður hittast. En sko, ég læt mig ennþá dreyma, þú veist, því ég horfa á svona, þú veist, það væri gaman að vera þáttakandi. Ég held að þetta séu menninni sem að láta fólk, þeir sem ekki hrifnir í íþróttum, þetta eru menninni sem láta fólk sem ekki hrifa í íþróttum skilja að íþróttir geta verið list. Já, það er nefnilega nákvæmlega mál. Það var það sem Jordan gerði til dæmis að segja, sko, mamma mín sem hefur mjög takmarkaðan áhuga í íþróttum, hún vakti til að horfa á Michael Jordan, sko. Hann var alveg þar, sko. Ég held að Spánverjar séu einu sem er búin að fatta þetta. Því að ég held að sé þar sem að íþróttamenn þeir eru skattaðir sem listamenn. Já, er það svolítið? Já, ég held að sé þar bara sem að þeir eru einu sem búin að fatta þetta. Enda, einmitt, Eiður Smári, þegar ég tók viðtala hann fyrir Jökulinn Logar, þá sagði hann mér einmitt, hann var búin að vera Chelsea. Hann sagði, sko, þegar ég kom til Barcelona, ég held að Barcelona væri svona aðeins stærri en Chelsea, en þegar ég kom þangað þá skildi ég að það var miklu stærri. Já. Vegna þess að Barcelona er bara borgin og bara hvernig fólk talar um þetta, þetta er okkur allt öðru level. Allt öðru level, held ég. Hverjir eru 3 bestu fótboltamenn sögunnar? Þetta er ein löflétt þarna, sko. Ég hef nú alveg þurft að svara þessu einhvern áður og ég hef örugglega komið með ný nöfn bara svona á og til að því maður fær nokkuð oft einhverjum svona spurningu. Ég er eiginlega alveg á því að Maradona sé ennþá á toppnum, þó með dauður langi til að setja Messi upp fyrir hann, það er bara eitthvað gamli tíman, ég veit ekki, hann svona einhvern veginn heilla mann alltaf líka aðeins og að maður skildi upplifa það að sjá hann gera það sem hann gerði þarna 86, það sem hann vann bara heimsmeistaramótið, hann var einn á sér og það sem hann gerði í raun og veru líka 4 árum síðar þegar hann fór í úrslitaleik með Argentínliði. Sko, Argentínliði 86 fyrir utan Maradona var ekkert stórkostlegt, en 90-liðið það var gjörsamlega vonlaust. Hann fór samt með þau úrslitaleik, sko, og þeir tapar enda þar fyrir Þjóðverjum. Og hvað hann gerði með Napoli, sko. Já, svo var hann nú mættur þarna, vísubúin að fá sér smá F1. Já, þegar hann komið til Bandaríkjanna hana á HM þangað, sko. Það var bara argentíska liðið, það bara gjörbreyttist við það að hann var mættur, sko. Já, þetta var alvöru lið alveg þangað til að honum var sparkað heim. Já. Þannig að ég einhvern veginn get ekki bara annað en haldi mig við hann á topnum. En síðan þú veist, mér finnst eða skylda mín að setja Messi og Cristiano Ronaldo. Þó að mér finnst Cristiano Ronaldo, veist, ég held að hann gæti verið á topp 3 bara á öllum listum yfir íþróttum í hvaða grein sem sko. Þú veist, hann er ekkert hann er ekki með 10. besti fótboltamaður sem ég séð, en bara hvað hann er búin að gera og hvernig hann hugsar sig og hvernig hausinn. Þetta svolítið, ég sé þetta svolítið sambarilegt í körfuboltanum það LeBron James. Hann er bara hvernig hann með sig líkamlegur og íþróttamaðurinn, en þegar kemur eitthvað svona hreinni snilligáfu, þá eru menn eins og Maradona, Messi, Jordan, þeir eru með eitthvað sem á meðan hinir tveir eru meiri íþróttamaður. Ég sé það þannig, sko. Já, ég er alveg sammálaðið þar ertu bara, þú veist, eins og ég fór nú, ég var nú svo heppinn, ekki bara ég mitt fyrir HM núna 2018. Þá fyrir við til Bandaríkjanna að elta íslenska liðið sem var að spila æfingaleiki. Já. Og það vill svo til að LeBron James að spila leik þarna í borginni sem við erum að þvælast. Og við fáum miða þarna og að vera þarna bara og sjá þetta stikk. Þú sjá hann bara með berum augum spila leikin. Þetta er bara, sko, ég búin að sjá 100 leiki með honum í sjónvarpinu, en að sjá þetta bara í næri, þú veist, hann er miklu stærri en hann í sjónvarpinu, sko. Já. Þetta er bara, ég hef aldrei séð svona mann. Þetta er búið til tilraunaklassi. Þetta er bara, ég hef aldrei séð svona. Þetta, og maður, þú veist, það er ekki annað hægt en að bera ómælda virðingu fyrir því, þú veist, að því að þetta er ekki, þú veist, þetta er einmitt ekki líka mér sem þú bara nærði í skúffuna einn morgunin bara og ég er klár, sko, að þetta er bara að vinna frá því út krakki og það skil
Já. núna og verður áfram. Ég var með Kára hérna, Kára Stefánsson fyrir nokkru dögum, ég spurði hann alltaf svo mikil körfubolta og hann hefur gaman að lasta hans, en hann kemur kannski úr hörðustu átt, hún finnst leiðilegt hvað Michael Jordan mikill psykopati. Ég ætla nú samt teka fram, mér þykir mentu þig Kári. Já. Ekki illa meint, en hérna hann vildi meina leikmennir í NBA væri orðnir svona bæði þyngri og aðeins stærri, og hann vildi meina að það gæti verið að það væri verið að gera svona mennskar tilraunir og þetta í raun og veru mestu íþróttamenn í heimi, þannig Já, ég meni þetta á vestanhafs. Ég er skítrættur það að þetta sé nánast vonlaust með löglegum leiðum að leggja það á sem lagt á þessa menn yfir keppnistímabil í NBA-deildinni, því að þetta er lýjulegu fjöldi leikja og ferðalögin og bara allt, og mér veist bara með ólíkindum hvaða menn ná að spila mikið af leikjum og einni leiktíð á þess að meiðast og þess að En svo það jafnvel líka skrýtnast þess og við tökum þess að 2 fótboltamenn, Ronaldo og Messi, það einhvern veginn þessi menn, fólk að borga sig inn til að sjá þá, þannig að þessi menn verða helst bara að spila alla leiki og alla mínútur, og þetta einhvern veginn samt menninir sem eru minnst meiddir líka. Maður á rosalega erfitt með að skilja þetta. Nei, það maður væri svo sannarlega til í að hafa fengið þessu uppskrift það sem að þeir gjössanlega ná að spila eitthvað einasta leik og nánast hver einustu mínustu og það er líka bara það að þessi 2 gæjar hafa engan áhuga á því að fara út af. Það er bara, þeir eru í keppni við sjálfan sig og við hvern annan á hverjum einasta degi greinilega, af því að þú verður ekkert svona nema þú setjir keppni við sjálfan þig á hverjum einasta degi. Það er aldrei tími til að slaka eitthvað á, því að ef þú ætlar að halda þessum dampi, þá er þetta bara, þetta er allur dagurinn og okkur einasta degi. Ég hef svo mikið verið að velta þessu fyrir mér, þetta er kannski bara einhver hálfvitaleg hypothesa hjá mér, ég veit það ekki, en eins og Sadio, að því ég er svo mikið Liverpool-maður, og eins og Sadio Mane, hann kemur inn í þetta tímabil núna, útkeyrður eftir allt síðasta tímabil, alla leiði meistaradeildina, Afríkumót, stundum er eins og menn funkar best bara þegar það er nógu djöfull mikið álag endalaust. Svo kemur hann bara inn í þetta tímabil, bara frá leik 1, þá er hann bara hefur aldrei verið betri og hugsanlega besti leikmaður Liverpool tímabilinu. Er þetta eitthvað að því Gylfi saði við með mitt að taka viðtalið þegar hann fær að taka sem, ég veit ekki hvort það kemur í ljós núna fyrir COVID, en að þegar að fríi væri orðið x langt, þá fær hann að fá taugaverki, því þá væri eins og líkaminn væri að afvenjast álæginu. Já, ég vildi geti svara þessari spurningu eða svona, en ég held að þetta sé samt, í fyrsta lagi þá er náttúrulega bara tæknin líka orðin þannig í dag og þjálfunin og vitneskjan, það er allt orðið svo gott. Þú veist, maður hefði gefið aðra höndina fyrir bara að vita aðeins meira þegar maður var yngri og þess aftar, en bara miðað við það sem er að gerast og þú veist, og ég upplifa líka bara aðeins í gegnum son minn sem er að spila í Hollandi, að það sem er verið að vinna með þessa menn alla daga er svo stórkostlegt og það er bara verið að reyna að hámarka það sem hún færð út úr þeim, líkamlega og andlega og allt, og það, þú veist, það er bara hún leið og meðist frá í 3 daga, já, það komið nýr matseðill, þú veist, þú borðar bara þetta núna því að þú mátt ekki borða kolvetni. Er það þannig hjá Albert? Það er þannig hjá þeim, að það er bara, ef þú frá í nokkra daga, þá er bara nýr matseðill og þú veist, það er verið að passa upp á það að þú eigðir sem stystum tíma frá. Og þeir sé að náttúrulega liðið sé að fá sem mest fyrir peningin, því að meiddur maður gerir voðalega lítið fyrir því. Það er hugsað óbóðslega vel leikmenn í þessari atvinnumennsku í dag og því miður, þá stöndum við bara á Íslandi, við stöndum bara svo langt á eftir ennþá. Já. Við eigum mjög langt í land og við erum... Er það ekki svolítið bara að því meiri sem peningarnir verða, því meira verður á öllu þessu? Jú, það er það, en að samaskapi þá ættum við kannski að eyða meiri peningum í það að vinna í þessum grunni og þú veist, að gera leikmenn sem við eigum. Gera þá sterkari og betri og við séum ekki að missa þá og þess aftar. Því að það er innur longurinn alltaf ódýrari leiðin, í staðins að vera að kaupa nýja leikmenn og fá erlenda leikmenn og hvað við erum að gera hér, þá erum við ekki að vinna nægilega vel í grunninu bara og yngri flokkum og þess aftar. Það þurfum við að gera miklu betur. Þú sagði, þú lítur að hafa haft alveg rosalega gaman að því að spila fótbolta.
Þegar þú sagðir að það var ennþá það skemmtilegt sem þú hefur gert, af því það skín nú af þér að þú hefur býsna gaman að því að vera í sjónvarpi. Þú hefur gaman að því að lýsa fótboltaleikjum. Ég hef mjög gaman að lýsa fótboltaleikjum, ég get alveg sagt þér það, en ég gæfi svo mikið fyrir það að vera inn á í mörgum þessum leikjum sem ég er að lýsa, því að mér dauðlangar að vera inn á í mörgum af þessum leikjum og ég ætla að standa við það svolítið. Það er ennþá skemmtilegast að það er að spila leikin. En hvort er skemmtilega að lýsa eða þjálfa? Sko, það er í raun og veru skemmtilega að þjálfa. Ég ætla bara að segja það. Það er sko, það langskemmtilegast er að spila leikin. Við skulum bara fara aftur. Við erum búin að koma. Já, ég er búin að koma en ég verð ekki þreyttur á að segja það. Jú, að vera þjálfa er mjög gaman. Það er erfiðast starf í heimi, samt sem áður, þannig sé. Þú veist, þá er ég að tala um erfiðasta íþróttastarf, þannig að við fáum ekki hérna símhringingar, þetta sé ekkert erfitt að vera þjálfari, en það er erfiðasta íþróttastarf, þú veist, það er piece of cake að vera leikmaður við hliðina á því að vera þjálfari. Þá þarf það að ágjöra öllum og það er svo sannlega ekki allra, en ég hef samt einhvern veginn þó að ég hef ekki þjálfað mikið og langar að gera meira að því. Það er eins og ekki farið beint kannski svona vel með vinnunni undanfarin ár, því að það hefur verið nóg að gera þar. En það er líklega samt betra að vera þjálfari ef allt er í ljóma. Þú veist, það er ekkert gaman að vera þjálfari þegar allt er í volli, sko, þá er bara þetta er eitthvað óöruggasta starf bara í heiminum. Þetta er rosalega hratt að breytast. Já, þetta er nefnilega rosalega hratt. Það er ofboðslega stutt á milli þess að vera skúrkur og kóngur þarna í þessum bransa. En það er einhvern veginn, mér finnst eins og það sé að verða svolítið vakning í bara eins og með þessar topp íþróttamenn að þú ferð að gefa þér að á einhverju level er þetta á vissan hátt mjög greindir einstaklingar og því það var á tímabili einhvern veginn svona veit ekki, það var næstu svona síðan líka bara eins og með, þú veist, að við tekum þetta bara overalla í sjónvarpi og svolítið svona íþróttafréttamenn einhvern veginn ekki alveg nóg merkilegt, sko og síðan þú ert talað um þjálfun núna, því ég var nú svo ég held að fórum að neymdroppa, það var Katrín Jakobsdóttir hérna bara í fyrradag og hún heldur með Liverpool og ég spurði hana, hefur eitthvað tími til að horfa á Liverpool-leikinn og sagði, nei, ég er aðalega að horfa á blaðamannafundanum með Klopp. Og ég geri það líka og maður hefur á tilfinningun eins og þú sagðir áðan með Ronaldo, hann myndi skara fram úr í hvaða íþrótt sem er. Ég hefði á tilfinningun að Jürgen Klopp myndi vera góður stjórnandi hvar sem er. Það var hægt að setja þennan mann yfir stórfyrirtæki, hann myndi einhvern veginn láta það fungera vel held ég. Sko. Þetta er ekkert, þú getur ekkert verið í þessu starfi nema að hafa mjög mikla æfileika. Já, og ég er alveg sammála því og ég held þú getur bara farið í nánast alla þjálfara sem að ná árangri. Tala ekki svona súper sem að maður sér að verða súper þjálfarar og þess aftar. Ég held einmitt að þú getur stilt þeim upp hvar sem er bara í lífinu og þeir myndu ná árangri. Þetta er einmitt, þú veist, það er bara eitthvað í hausnum á þessu fólki sem að einhvern veginn virkar og virkar á aðra sem að er að sjálfsögðu lykilhlutverkið í þjálfun er að þú náir því besta fram úr öðrum og það er bara nákvæmlega sama með í vinnu hvar sem er að ef þú nærið besta fram úr starfsfólkið þínu þá er það einhvern veginn ávísun á góða daga. Það er svoleiðis. Já. Þú komst eins og stormsveipur inn í sjónvarpið og af því ég hef nú verið þó ég hef kannski ekki verið að vinna við alveg síðust ári, ég hef nú verið sjónvarpsmaður lengi og svona fyrst eitt er að lýsa en síðan þegar ég fór að horfa á ykkur í messunni þegar Hjörvar, það var svona sem ég var að stránað með þessi ákveðinni stíll þú varst svona svolítið eins og með landslið þá svona við ætlum að hafa góðan þátt hérna í dag svolítið þessi sko. Já, sko þú varst ekki hræddur við verkefnið. Nei og ég hef aldrei verið einhvern veginn hræddur við eitthvað og stundum, ég get alveg sagt það að stundum hef ég samt svona hugsað eftir á, þú veist, hvað var ég að fara út í þetta, þú veist, að því að ég get bara sagt þetta að enginn af vinum mínum eða fjölskyldu sem að sko þekkja mig best bara enginn hefði lagt pening undir á það að Guðmundur Benediktsson væri að fara að vinna eitthvað í fjölmiðlum bara þeim að ekki dottið það til hugar
það hefur aldrei einhvern veginn verið sko ég held ég sé bara svona ég hef alltaf verið svona frekar ég frekar rólegur bara eðlisfari og hlédragur held ég að ég get alveg sagt já þó ég segi sjálfur frá þá held ég sé það nú svona og hérna þess vegna þetta svona ég held að þetta sé svolítið úr karakter einhvern veginn að vera í þessu og enda ég að sjálfsög ekki þessi maður þegar ég heima hjá mér það væri bara eitthvað skrýt koma í það ég byrja ekkert alla dag á því að nú verður þetta bara frábær dagur og eitthvað þú veist ég get samt sagt þetta, ég hugsa það en ég ekkert að öskrað á hina í fjölskyldunni en ég fer samt sem áður inn í hvern einasta dag nánast viss það að verði góðu dagur Já. og það einhvern veginn ég heldur bara verður að reyna að tækla lífið þannig þú veist, dagarnir mínir eru misjafnir eins og í öllum en einhvern veginn held ég að hann verði betri með því að ég trúi því og eins og vorum að tala áðan að vera í liði sem að þú bara þú kemur bara með kassan út í hvern einasta leika því að þú finnur þú veist í liði sem að þú heldur þú getur ekki tapað og það einmitt bara að takast á við daginn svolítið þannig líka þú veist bara ég ekki að fara að tapa þessum degi sko þetta er bara frábær dagur og ég trúi alltaf að verið gott veður enda líka en það gerist nú því miður ekki nægilega oft en það þú veist ég samt einhvern veginn bara að fara inn í alla dag og öll verkefni þannig ég hef einhvern veginn teklað það í sjónvarpinu bara þú veist ég byrjaði eitthvað þegar ég byrjaði þá ákvað ég bara að hugsa þetta þannig það er enginn að horfa enginn neina ákveð það er bara gaman og það er örugglega enginn að horfa á okkur þú veist og reyna að tækla bara myndavélina þannig eins og maður sé bara með vinum sínum eða félögum og eitthvað svona og ég veit það ekki kannski ég veit alveg pródúsenta sem hafa verið með mér sem hafa stundum ágjur af mér að ég sé ekki nægilega eitthvað stressaður yfir þessu eða eitthvað en að því að ég hef ekkert sérstaklega miklar áhyggjur af þáttum sem að fara í ég er búin að undirbúa mig vel þá hef ég engar áhyggjur af öðru En það ekki líka einmitt eitthvað sem að ég hafði ekki átt að maður sem fyrir en ég gerir þessa bíómynd að það er þessi pressa þegar þú hefur verið knattspyrnumaður, jafnvel atvinnumaður að þá er svona einhvern veginn einhver pressa við að gera eitthvað sjónvarpsþátt á Íslandi, hún verður kannski jafnvel, þú ert búin að prófa að vera undir pressu getur ekki verið að það hjálpi líka? Jú, alveg örugglega og þú veist, að vera undir pressu þú veist, eins og þú komst nú inn á áðan þú veist, að vera svona einhvern barnastjarna í raun og veru sem knattspyrnumaður og eitthvað svona að þú veist, maður fann það alveg að það voru margir að fylgjast með mann og eitthvað svona og þú veist, maður var að standa sig vel og eitthvað ég held að þetta hafi mitt líka bara, þú veist maður bara venst þessu, eins og öðru að það sé bara að vera að fylgjast með manni og það er svona, maður er gaggríndur ef maður er ekki nægilega góður og það er bara hluti af því og þess vegna, þú veist, ég segi það alltaf það er ekkit óbúslega margt sem pirra mig ég er með ótrúlega mikið jafnaðagens skal ég segja þessu en það sem truflar mig samt sem áður er þeir sem undirbúa sig ekki fyrir eitthvað sem þeir eru að fara í þú veist, tala ekki vinnu sem þeir eru í að þeir undirbúa sig ekki fyrir það finnst mér bara með ólíkinn því að í svona til dæmis vinnu sem maður er í núna það sem maður fær að starfa við það að fylgjast með íþróttum alla daga þetta er svo sannlega forréttindi að vinna við þetta og ég væri bara að svíkja alla ef maður myndi ekki undirbúa sig nægilega vel og ég skil ekki að því að maður hefur séð það bara alltaf oft að menn eru svona eitthvað slafsa við eitthvað bara gerum þetta vel og þá verður allt skemmtilegra allir þættir og allt verður svo miklu skemmtilegra ef menn bara gera það að fullum hug Er þetta ekki, með heyrstu vera með góða jöfnu sem er að svo framalega sem að maður undirbúi sér nógu vel að maður sé sáttu við sjálfa sig og þá getur maður svolítið sleppt tökunum útkomunni þegar maður er komin í eftir Já, ég held að það sé einmitt bara nákvæmlega svarið að þú veist að ég get bara undirbúið mig og ef að ég er klár í bátana að þá hef ég ekkit þá þarf ég ekkit að vera að stressa með því hvað gerist þú veist, hvort maður mismælis í einhverju þætti eða hvað, þú veist, það skiptir engu máli að þú veist að áhorfendunum og þeir sem eru hjá mann líður vel það er bara lykillinn því þá sjá allir að það er gaman og þá líður öllum betur Þetta sé moment, nú verður við getið að þegar maður keyrir upp að því úr það tala að þú svona látir hluti flakka ég man alltaf, ég veit ekki hvort þú ert með þetta getið Joey Barton momentið
þegar Jói Bartón rekinn út af. Það svona það sem ég elska þegar fólk bara talar eins og það sé heim í stofu hjá mér, sko. Já. Og ég ætla ekki að segja þér hvað ég hafi gaman að þessari lýsingu. Og ég held að þetta sé svolítið... Hér liggur Carlos Tevez og Maggi Lampard beint að aðdáðdómaranum eins og hann hafi séð þetta. Já. Jói Bartón að fara út af hér. Það væri honum líkt að klúðra öllu fyrir félag sitt með að láta reka sig út af hér. Ég held að Jói Bartón sé bara veldur. Hann bara að fá rautt spjald. Hann virðist að slegið til hans eða slegið í hann. Beint rautt spjald á Jói Bartón. Já, hann farið í sturtu. Hann vittlýsingur. Sko þetta kallast að hafa skoðanir á hlutunum. Og ég verð að segja fyrir mitt leiti, ég kannski öðru sem margir aðrir, mér leiðist þessi flatneski, við erum komin inn í svolítið mikið réttrúnað og svona, má ekki segja hluti. Þetta, ég með þá þegar þetta sé svona eitt af því sem fólk kunna meta, eins og til dæmis við þig, að þegar þú svona á EM, þá sleftir þér og þarna ert að sleppa þér svolítið. Já, og... Varst þú fúll út í Bartónan? Já, ég var óánægður með hann, sko... Þetta var samt greinilega eitthvað uppsafna sem ég hef aldrei hitt Jói Bartón reyndar en ég hef náttúrulega fylgst með honum allan hans feril hérna á Englandi. Hann hefur aldrei heillað mig. Ég get alveg viðurkennt það. Hann hefur aldrei heillað mig sem knattspyrnumaður og þarna bara hann náði einhvern veginn að klípa mig í einhverja taug þarna þegar þessi vitleysa fór í gang og það sem hann ætlaði síðan að reyna að gera hann ætlaði að reyna að fá einhvern sitt í mann reikin út með að sparki í hann eftir að hann búin að raukt ég fekk nóg á honum eins og kannski heyrðist en þú veist ég heldur getur ekki fundið margar svona í mitt að mér klippur sko en ég man nú því ég mætti í vinnu held ég daginn eftir þá gekk að mér einn samstarfsfélagi og sagði mig það að ég hefði farið yfir strikki í gær og svona gerir maður ekki og ég reyndar lent í smá orðaskiptum við hann það því ég var ekki sammála, ég var ennþá reiður við Jói Bartón hann daginn eftir þannig að ég var ekki alveg sammála en þú veist ég svo sem ég sé ekkert eftir neinu sem ég sagði þarna sko, ég hef að stenda ennþá við það því að síðan þetta gerðist þá ýmislegt búið að ganga á í lífi Jói Bartón sem eiginlega bara segir mér að hann verðskuldar þessu orð sem hann fekk þarna frá mér. Það er ekki búið að sletta og felt hjá honum blessun? Nei, þetta er því miður ekki búið að vera það og en þetta er bara, þú veist, ég er samt alveg sammála því ef maður það getur verið rosa þunn lína samt að fara yfir strikki gjörsamlega og kannski var eitthvað annars sem ég sagði sem að, þú veist, fór illa í einhverju. Ég elska þetta sko. Já, þá skiptur þetta með engum máli og þú elskar þetta þá er ég bara satt. Nei, ég er að segja sko að nú ertu búin að vera, þú ert komin inn í aðeins annað sjónvarpsefni líka og svona og ég hef oft, við erum svo sterkar skoðanir á því að einhvern veginn, mér finnst smá hættuleg þróun þegar einhvern veginn verið að reyna að dempa allt í fjölmiðlum að því þú er svona bara svona tala fólk já og svona tala í sófanum heima það má færa rök fyrir því að einhver orð séu kannski ofstóri eða eitthvað en þá geta menn bara satt sorry en eru ekki stundum komin í svolítið mikla flatneski og þá þegar maður sér einmitt Last Dance og þá sér maður svolítið bara svona já menn voru bara að gíla hvern annan og það var bara svona eiristróka róið ykkur í dag væri bara 5 mánaða bann sko. það Larry Bird og einhver sem voru bara og þeir voru bara í hefaleikum á miðjum vellum Detroit, bara í hverjum leik Detroit Pistons og þannig að ég er alveg sammála því að það er svolítið hættulegt eða þú veist hættulegt, það er líklega minna hættulegt ef það má ekki segja en ef þá að taka það allt út úr þessu þá verður lífið bara minna skemmtilegra sko, það er bara klárt mál og ég vona það innilega að við getum sko fyrirgefið fólki sem að segir hluti, þú veist, að því að í hita leiksins, hvort sem það er í íþróttum, þú veist, það getur gerst í sjónvarpi, þú veist, beinum útsendingum og þess aftar. Það kemur alveg fyrir að og ég hef sagt hluti sem að áttu líklega ekkert heima einhvers staðar á þeim stað og þú veist, við verðum að geta séð það að þetta ef þú vilt halda svona ástríðinu í þessu
þá getur ekki bara dempa allt niður, sko. Við verðum að fá að vera aðeins svona frjáls og geta aðeins opna okkur til þess að þetta verði allavega gaman áfram. Sátar svolítið þessu bara þegar Joe Gomez og Raheem Sterling lendi í uppákomunni hérna. Það var einmitt svona, þetta svolítið glæpar án fórnalam, sko. Þeir eru búin að sættast og allt í góðu en það eru fjölmiðlarnir einhvern veginn að reyna að búa það til að það verði að vera eitthvað svona, einhver svaka refsing og einhver læti, sko. Já, sem einmitt algjör synd því að, þegar maður er allist upp í þessum, inn í búningsklefa og þessu, það eru þúsundir mála sem kom upp á ferli, sko. Akkurat. Og þau eru flest útkláð bara mjög hratt og vel og ég man ekki ennþá eftir því í dag að eitthvað mál sem að kom upp á fótboltaferlinum að það sé ennþá eitthvað vesen út af því, þetta er bara hluti sem að gerast í þessu og við verðum að leyfa því að gerast því að það væri ekkit gaman ef þetta væri allt bara sexa, það væri hundlega, sko. Lífið væri bara sexa. Það væri ekki skemmtilegt. Hérna, EM þú ert nú örugglega þreyttur á að tala um þetta, ég ætla samt að setja hérna smábút. Þú varðst eiginlega bara, þú ert frægari heldur en leikmennir þarna á tímabili og það fannst mér að versta í þessu öllu. Er það? Já. Af hverju? Af því að það voru þeir sem voru að standa sig, sko. Já. Ég var bara í vinnu þarna, sko. Og Austurríki. Já, þetta er nú Austurríkisleikurinn sem að ég veit að Hvernig var þetta? Þetta er skrítið að segja það sem íþróttalýsandi, þetta er ólýsanlegt. Þetta er nú ólýsanlegt en það er bara eitthvað sem að ég smittaðist held ég bara spilum við ekki fyrsta leiki í Saint-Étienne, held ég, við varum gett Portugal. Og ég var með ótrúlega skrítna tilfinningu þann dag. Það sem að ég var bara, ég held eiginlega einhver niðri, ég var bara, það er fiskir sem er leið fyrir lýsingu eins og ég væri hreinlega að fara að spila, það var bara stress, mikið stress. Því ég bara sveiflaðist einhvern veginn á milli þess, við erum alltaf litli fyrir þetta, við erum konur hérna á EM, við erum að fara að tapa hérna 5-6-0. Ronaldo er að fara að skora 3-4 mörk og við erum að fara að lenda í vesinni. En síðan sveiflaðist maður tilbaka og var maður bara að hugsa eins og vorum að ræða hérna í byrjun að það er einhver trú í þessu liði. Þeir trú ekki sem að fara að tapa leik. Þannig að þá fór maður, og maður sneri svona fram og tilbaka allan daginn. Og síðan bara að mæta þarna á völlin, ég var mættur mjög snemma, sko, 3 tíma, 4 tíma fyrir örugglega. Og síðan bara byrja íslensku stuðningsmennir að koma á völlin. Og þegar að bláa hafið bara komið og við varum að tala um þetta stolt, íslenska stolt. Ég var bara hálfklökkur að sitja hérna áður en að leikurinn byrjaði bara þegar það voru bara að syngja í stúkunni. Maður hefur aldrei séð svona. Maður hefur aldrei séð svona með íslenska áhorfendur. Að við ættum bara svona mikið á fólki sem að var að þvælast erlendis á einhverjum velli að sjá fótboltalandsliðið spila. Og ég veit ekki, ég er svona á því einhvern veginn þar, þegar það bara áhorfendur og komnir og það var bara verið að syngja íslensk lög og eitthvað þarna. Mér leiði þess að það væri 30 íslendingar. Það var bara einhvern veginn þannig stemming og þar einhvern veginn fekk maður einhvern veginn þessa veiru, einhverja EM-veiru sem að við losnum ekkert við, sko, fyrir og eins og bara fyrir mig að sjá mig hoppa þarna,
Ég veit ekkert þú veist, ég var náttúrulega ekkert eðlilega glaður bara þarna, þú veist, við erum náttúrulega konir áfram þarna. Þú veist, ég hef nú sagt þetta áður einhverstaðar að þú veist, þetta er náttúrulega mjög skrítið að það sé fyrirverandi, þú veist, leikmaður sem hefur spilað landsleiki sé að lýsa, þú veist, það er óbúslega fátíð, ég held að sé bara nánast einstæmi. Af því að ég vildi þeir svona aðstoðar lýsendur eða eitthvað og síðan er bara verið það heppin að þú veist, ég þjálfa nokkra af þessum leikmenn, spila með þeim nokkra og þú veist, spila á móti þeim. Ég held að vera allir með einn í hópnum sem ég hafði tengst á einn eða annan hátt svona sem leikmaður eða þjálfari á einhvern hátt og það er svona, þú veist, var ég óstjórnlega glaður fyrir þeirra hönd sko og kannski líka var maður bara svona eins og við ræddum hérna fyrr í þættinum að þú sem ungur strákur þá var maður þá dreymdi maður þetta og maður var líklega einhvern veginn svona að bara lifa það þarna sko orðin að vera ferskur sko þú veist þá var maður að lifa þetta einhvern veginn að maður væri allt í einu þáttakandi í þessu ævintýri og maður, þú veist, maður var það svo sannarlega svona á þennan hátt en djúvill hefði verið til að vera leikmaður á það. Það hefði verið það er hápunkturinn. Það hefði verið hápunkturinn. Það er hápunkturinn. Já. Ég skil að vel að þú hefur hoppað þarna. Þú hefur sagt sem ég held að flestir séu sammála að HM hafi verið svona, ég ætla ekki að kalla anti-climax, en svona HM náði ekki EM fyrir Ísland. Nei, þetta var allt öðruvísi, sko. Þetta var bara, þú veist, þarna á EM erum við bara í fyrsta skipti. Þú veist, þetta er bara í fyrsta skipti sem við erum með kallalið okkar á svona risasviði. Og hitt var einhvern veginn bara, það var einhvern veginn allt öðruvísi. Þú veist, tókum við meira sem sjálfsögður hlut einhvern veginn? Já, við erum löngu byrjuð á því sem þjóð. Þú veist, við erum bara, við erum brjálaðu sem ekki komin inn á EM núna, sko, að við þurfum að spila eitthvað umspil. Þú veist, þessi þjóð er náttúrulega, þetta er bara, leikmenni geta alveg sjálfur sínum kennt, sko, þú veist. Þeir eru bara búin að búa til þessar væntingar og hérna, þeir verða bara að lifa með því, en við erum kannski aðeins að vera raunsæ líka með þetta. Það væri mjög óeðlilegt ef Ísland væri á öllum lokakeppnum bara næstu árin. Við erum alveg búin að gera ágætlega, en ég er samt að setja kröfu að við förum á EM. Við erum í góðum möguleika. Það eru Rúmenarnir og Ungverjaland eða Búlgaría. Þannig að það er alveg... Við grættum aðeins á COVID þar vonandi. Já. Það var ekkert sérstakt stand á liðinu. Nei, þannig að það var bara ágætt held ég fyrir okkur og það hefði frestast aðeins. Þannig að ég er alveg bjarsýnn á það en já, ég held nefnilega að það er að það í þessu leikmönnum. Þegar sumir að lítið á þessa keppni sem jafnvel svona þeirra síðustu sem að þeir getur fyrir á. Ég held að muni bara hjálpa okkur. Þetta er stóri drifkraftur fyrir það. Já, ég held það. Og einhvern veginn er landsliðið búið að vera það og þú veist, þeir eru nú nokkri hérna sem hafa ekkert farið í feilu með það í viðtölum að þetta sé bara drifkrafturinn en það er landsliðið. Sem er það sem ég hafði á tilfinningunni þegar ég var að gera þessa bíómynd að maður hafði á tilfinningunni, ég ætla ekki að segja að félagsliðin hafi verið ekki skipt máli en landsliðið var aðalatrið. Já, og það sem að var líka held ég er að menn sáu þarna rísa tækifæri í því að jafnvel að geta komið sér til stærri liða með því að standa sig á EM og það hjálpaðist alltaf að menn sáu þarna tækifæri til þess að gera eitthvað nýtt og eitthvað stórt. Ég skila nú vel á það að vera klökkur en ég er stundum svo ruglaði svo ólíkur öðru fólki. Ég var búin að vera að gera þessa bíómyndu, ég var búin að horfa á klippið, ég og Sævar erum örgulega búin að horfa á það svona 50 sinnum og ég var komið með svo mikið ógeð þessu og ég fór í ferðalag bara til Sri Lanka þegar að EM var og svo sé ég bara að þetta byrjar að gera þannig að ég þegar að þú varst að garga á Austurríkisleiknum að þá braut ég 3 glös á Sri Lanka því það var einhver læti innan einhver Asíubúa en ég var síðan klökkur í fyrsta leiknum HM ég upplifði þetta smá öfugt þá var ég afturferðarlegi ég fór til Rússland svo horfði á síðustu 2 leikina en í fyrsta leiknum þá var Váer flög til Tel Aviv
og ég fór til Tel Aviv og það var þetta að fljúga þaðan beint til Moskvu, sko. Og ég var, þegar Ísland spilaði við Argentínu, þá var ég á bar í Tel Aviv í Ísrael og það voru einhverju nokkrir Argentínumenn þarna sem héldu með Argentínu, en síðan hafa verið svona 400 manns þarna inni, allir með íslenska fána, engin Íslendingur. Okay. Og ég var búin að gera þessa mynd með þessum strákum og ég fór að grenja þegar það var að flauta til leiks. Ég þurfti að fara afsíð, sko, innan allt þetta fólk, af því það bara kom einhver rússíbani yfir mig, mér fannst þetta svo merkilegt, sko. Bara þetta Argentína, Messi, og þeir eru bara þannig. Já, þetta var... Þá kom óraunveruleika tilfinningin yfir mig, sko. Já, hún var hérna einmitt, hún var 2 árum fyrr á ferð hjá mér hérna, fyrir Portugal-leikinn. Já, það segja mér allir sem voru á leikjunum og EM að það hafi verið toppurinn. Já, það var, þú veist, við munum ekki upplifa það aftur, ekki á þennan hátt, en ég vona óbúslega að við fáum að upplifa og fleiri leikmenn fá að upplifa það, því að það er stundum það sem þarf, sko, og ég er alveg sannfærður um það, að bara þetta að sjá kalla liðið þarna á þessu sviði og við munum sjá bara núna næstu árum ekki, þú veist, ekki bara í fótbolta, heldur bara í öllum íþróttagreinum á Íslandi að allt þetta fólk sem hefur að æfa íþrótti börn eða hvað það sér að það er ekkert sem er ekki hægt. Einmitt. Það er bara, þú veist, það er búið að gefa fordæmi fyrir því að við getum farið hvert sem við viljum. Já. Og varst bara tilbúin að leggja á því mjög mikið og við sem þjóð höfum alltaf verið að því raun og verið að maður fer aftur í tíma, þá höfum við alveg átt landslið sem var miklu meir en bara frambærilegt, sko. Já. Þá kannski vantaði bara utanumhaldið og þjálfarann og eitthvað, en það var þarna tímabil þar sem voru bara frábærir, þannig að það er ekkert sem segir að Ísland geti ekki haldið áfram að ala af sér frábæra íþróttamenn, sko. Við munum alltaf halda áfram að ala okkur frábæra íþróttamenn, því að þú veist, við erum náttúrulega búum líka á þessari eyju, það sem að engin atvinnumennska íþróttum fer fram í raun og veru. Þú lifir ekki á því að vera íþróttamaður á Íslandi. Og það er svona, alveg ljóst að ef þú hefur áhuga að lifa á því sem að lifa á íþróttum, að þá þarftu bara að gjöra svo vel að leggja meira og meira á þig. Til þess að sá draumur rætist að einhver taki eftir þér. Þú veist að skara þannig fram úr að einhverjir erlendir aðilar taki eftir þér og eru tilbúin að gera þig að íþróttamann á laun. Það er það sem er mitt, að því að ég hef ofta ekki dæmið, þú veist, Danir, þeir geta gert þetta heima á sig, þeir geta búið í foreldrahúsum og verið atvinnum í íþróttum, sko, í fótbolta. Og það er sama í Svíþjóð og þú veist, í þessum Norrlandi, Holland, Belgía, þú veist, allir þessir geta bara búið heima, já, mamma og pappa bara áfram bara og mamma er að þjóna manni bara og verið atvinnum maður í þessu. Já. Hér er það ekki búið, þú ert að skara þannig fram úr að einhver taki eftir þér. En ég er smá hætta með öllum þessum svona bættu aðstæðum og nú eru náttúrulega margir að fara ungir að við missum Hemma Hreiðar, Óla Þórðar, gömlu típuna. Stóru karakterina. Já, bara gömlu típuna þar sem þú svona, við skulum Heiðar Helgusson, þar sem maður svona, þessi menn kunna leggja á sig. Já, ég meina það er, sko, alveg heyrt marga tala um það, að svona svolítið áhugjefni, það vanti svona kannski leiðtóa aðeins og þú býr þá ekki til einhverstaðar, það er ekki þetta ákveða að þú verður leiðtóin í liðinu, annarkvort það verður högg fyrir landsliðið þegar Aron högg, það verður bara stórslís, það er bara þannig, sko, það verður gríðarlegt skarð sem þarf að fylla þar og bara nánast ómögulegt að fylla. Já. Við þurfum að leysa einhvern veginn öðru í sig, við þurfum að vera með 2 einhverja svona sem að verða fyrirliðar eða eitthvað svona, já, þú fyllir þetta ekki með einu manni og ég þú veist, ég held að það sé alveg rétt hjá þér að þeir eru færri svona típurnar, við erum samt með svona fleiri kannski betri fótboltamenn en þú verður með svona típurinn á milli, sko. Þú býðir ekki til fótboltalið bara með góðum fótboltamennum. Þú þarfst að vera með ákveðna karaktera og þú þarfst að vera með eitt fíbl. Þetta er bara blanda sem að, þú veist, það er ekkert hægt að segja bara með frábæra leikmenn bara í öllum stöðum, þú veist, þú þarfst að vera með
ég segi það aftur, þú ert með eitt fíbl að minnstakosti, þú ert að vera með svona karaktera sem eru háværir og svona ein á milli og þú ert að vera með frábæra knattspyrnumenn og síðan þarfst að vera með fullt af gæðum sem að þurfa ekki sviðsljós en eru tilbúin að vinna vinnuna sína. Þú veist, þetta eru Ég var lengi að taka Jordan Henderson í sátt, en hann er mitt svona, hann búin að sína, hann er svona gæi sem lið þurfa. Sko. Já, þú veist, þetta er bara... En ekki Joey Barton. Ég veit ekki eitt lið sem þarf hann, bara sem betur þér. En þetta er kunst sko, að raða þessu saman og finna rétta liði, en Klopp tókst það. Það var, út með fyrir okkur Kitti, það var ólíkt energi, svona, það var ólík orka í lýsingunni hjá þér og gamla enska landsliðsþjálfaranum. Það var dauft í honum þegar hann hélt að Englendinga væri að fara að taka þetta yfir þannig í 8. úrslitunum. McLaren. Svo McLaren blessaður, hann var aðeins að því mér langar aðeins að fara aftur þangað því að þetta lítur að hafa verið svolítið skrítið tímabil fyrir þig, það er náttúrulega sturtuðist yfir þig alls konar tilboð og beiðnir og þú varst í einhverjum spjallþáttum og veit ekki hvað og hvað. Þetta var ákaflega áhugaverður tími. Hann hélt að Englendingarnir væri að fara að taka þetta yfir, sko. And with that, Sterling is able to run across the field like he did for the penalty and causing problems. England have had 2 corners, defending zone of Iceland, and England are causing them problems. It's been a perfect response. You think that no problem, start again, keep dominating, keep getting pressure on the Iceland back four. The only thing that they have got is the big boy up front, Sigurdsson, who really, Sigurdsson, who just scored. Þeir trúðu þessu ekki Englendingar. Nei. Þeir héldu aldrei að þetta væri, svo ég noti orð sem má ekki nota, möguleiki í helvíti. Nei. En þetta var þægilegasti leikurinn, svona heilt yfir. Þá var þetta þægilegasti leikurinn. Við hefum eiginlega eftir stærra. Já, og að því að þeir voru aldrei einhvern veginn að fara að jafna leikinn eða vinna hann leik. Það eina klæmaksin sem vantaði var að Raggi hefði sett hann í hólufuttum. Já, það hefði verið fullkomið náttúrulega og sko, ég get alveg viðurkennt það samt að þarna, þeir fá vítið þarna frekar snemma. Það var svona í fyrsta skipti frá því fyrir Portugalsleiki nr. 1 sem ég fekk svona aðeins, nei, nú erum við að fara að lenda í miklu vandræðum, þeir eru bara að fara að skora hérna strax og við gætum bara að lenda í vesinni, sko. Það er punkterað hjá okkur, kannski. Og spila með sama liði í hverjum einasta leik, nánast frá upphæði til enda og fekk svona smá þarna tilfinningu, en leið og í jöfnum bara rétt á eftir, þá var maður aftur orðin bara, já, ekki séns við töpum, þá var maður aftur komið með þessa trú. Já, þetta var eiginlega bara þægilegt. Þetta var nefnilega ótrúlega, ég held þetta að verið þægilegsti leikurinn fyrir leikmennina. Hinir voru tensst leikir allan tíman, en við vorum einhvern veginn bara með leikinn þegar við komum yfir. Var ekki fyrir að Rashford mætti þannig í blálógin sem var smá? Já, hann var settur inn á þetta, hann fór aðeins að tröfla okkur, sko, en þegar að sko mína dómari flautaði þetta, það var gaman. Það var gaman. Og ég get bara sagt þér það var alvöru nótt í Nýs eftir þennan sigur þetta, það var veistla, sko. Það var frábær staður að vera á. En hvað af því að það var nú tekið eftir þér þar einmitt, þegar þú varst að klára lýsinguna á Ísland-England. Hvað, þú lítur að hafa, sko, þú var kallaður í alls konar spjallþætti og það var verið að sýna þig út allan heim og hvað var það skrítnasta sem að þú lendir í eftir þetta? Eitthvað svona skrítin beiðni eða? Sko, ég var nú fljótur að átta mig á því að ég gæti, það var ekki séns fyrir mig að svara þessu. Öllu. Já, öllu og hérna, eftir Austurríkisleikinn þá gerðist eitthvað sem eiginlega ekki hægt að útskýra einhvern veginn. Reyndar verði nú aðeins að skjóta á einhvern starfsmann Síman sem að ákveða að það væri góð hugmynd að allir erlendi fjölmiðlar sem hafðu samband greinlega við Síman fengju númerið mitt bara. Og hérna, það var ekki góð hugmynd. Hvað erum við að tala um í fjölda? Var Síminn bara að hringja non-stop? Það bara stoppaði ekki.
þú veist, ég gat ekki gert neitt í símanum. Ég gat hvorki svara pósti eða neitt, af því að hann hringdi bara stanslaust. Og ég bara gafst upp þarna og þú veist, ég þurfti bara að slökka á honum. Það voru menn að biðja bara viðtöl og... Já, það átti bara að því að þú veist, fyrsta símtali kom eitthvað, ég minnir að það verið frá Noregi, bara fyrsta símtali eitthvað allt líflegur hann í lýsingum, getur við fengið viðtal við hérna í fyrramálið í norska sjónvarpinu og það er ekkert mál. Réttum því. Það er ekkert að gera annað í fyrramálið og síðan kom eitthvað annað og ég man ekki hvað land það var og bara já, ekkert mál og ég var búin að segja tvisvar þarna já og síðan bara byrjaði og það bara hringdu allir fjölmiðlar sko í heiminum og þú veist, þannig ég gat ekki eins og staði við það að tala við þetta fólk sem ég var búin að segja bara já við sko af því að það var bara endalaust eitthvað og ég hafði ekki tími í þetta. Þetta hefur verið eins og þegar Rúrik, er Instagrami hjá Rúrik? Já, þetta hefur verið, ég get rétt ímynda hvernig honum leiði mitt. En þetta var furðulegt og það komu alveg í kjölfarið, þú veist, alls konar tilboð. Ég er bara svo heppinn að eiga góðan félaga sem er lögmaður og lögmaður minn og Sigurvin Ólafsson, fyrir knattspyrnumaður og ég náði bara svona einhvern veginn að snúa sig yfir á hann að hann bara tók við öllum boltum og hérna fór það bara í einhverja samningaviðræður ef út í það var farið og hérna en þetta var alveg áhvert þú veist ég ferðaðist nú eitthvað þarna fór í skemmtilegan þátt það er svona þetta er svona nánast áramótaskaupi í Þýskalandi segja þær að þetta sé okay. Þáttur sem er tekin upp í Köln það sem að það voru 3 gestir í þessum þætti það var að sjálfsögðu Robbie Williams og það var Toni Kroos leikmaður Real Madrid og sjálfsögðu síðan Gummi Ben frá Íslandi þetta var line-upið í þessu svona þýska áramótaskaupi þetta voru svona þeir sem að þeim fannst svona aðeins skara fram úr árinu og ætti að vera í þessum þætti og þetta var svolítið skrítið að vera hann í Köln í þessu stúdíói með þessum kóngum. Spjallaði eitthvað við það? Nei, það sko bara svona eitthvað heilsa Toni Kroos, Robbie Williams var náttúrulega bara með einhverja 10 lífverðið bara svona í kringum sig allan tíman bara, stóðu bara svona í kringum hann og þannig ég var nú ekkert að spá í því, kona mín var nú eitthvað meira að fylgjast með honum hann heldur en ég. En þetta, þú veist, það var ýmislegt. Og hvað var þetta bara viðtalið, voru þetta byggðið einhverja lýsingatakta? Sko, þetta var viðtal en að sjálfsögðu endaðilega allt í því að víkingaklappið þú veist, áhorfendur í salnum tóku allir víkingaklappið og maður þurfti svona aðeins að stjórna því eitthvað sko en það var allt í lagi, þú veist, síðan ég fór líka til Þýskalands það er einhver svona tæknisýning og þetta er fyrirtæki, þetta er stórt tæknifyrirtæki sem að vildu endilega fá mig á þessa sýningu. Ég var ekkert alveg með á hreinu, það var búið að ná einhverjum samningum hérna og ég var aldrei með á hreinu nákvæmlega hvað ég væri að fara að gera þarna. En síðan mæti ég þarna og það var þetta þannig að sýningin opnaði, held ég höllin hafi opnað klukkan 11 en ég átti að byrja klukkan 10 og ég var aldrei að átta mig alveg á þessu. Þá kemur í ljós að þeir voru með 200 starfsmenn þarna á þessari sýningu og ég var með upphitun fyrir starfsmenn áður en að sýningin opnaði sko, þannig að og við vorum bara að gera alls konar æfingar. Klukkutími? Já, það var nú kannski ekki nema hálftími eitthvað en þetta var bara svona, ég var fenginn til þess að vera með hálfgerða upphitun fyrir bara standa? Já, þú veist bara nánast að gera bara líkamsæfingar líka og eitthvað sko, það sem að gera klárin í helgina, löng helgi á starfsmönnum þessa mobile fyrirtækis sem að fékk mig og það voru svona alls konar tilboð sem komu en sem betur fyrir þá hefur hægst mikið á því en það er samt sem að þannig að í hvert eina skipt sem að íslenska landsliði spila landsleik eða styttist í landsleik eða eitthvað þá var hringt í þig? Það var hringt í mig og fæ ég pósta frá allt og mörgum. Er eitthvað uppbrús að hafa það?
Nei, ekki þannig sko. Þetta var ágætt gig sem að voru þarna eftir EM en Ekki lengur. nei, það var þetta bara Ég hef alltaf- svona viðtöl. Ég hef alltaf mest gaman af ef við sjáum hérna eftir Englandsleikinn, skómína momentið. Ég hef alltaf mest gaman af þeim sem eru á bakvið þig, sko. Býtu, ekki Martin Keown, var hann ekki Jú, alltaf við hliðina á mér? Jú, menn eru að taka myndir af þér þarna á bakvið, sko. Er þetta Keowninn hann við liðna þig? Já, þetta er Martin Keown, hann lýsa þarna við hliðina á mér. Þarna lítur hann á þig með. Stekkit á hann. En það er eins og þú segir samt þarna, þú veist, þarna fyrir aftan mig, eitthvað að mynda mig. Já, Þetta var nefnilega svona, þetta fór að gerast eftir Austurríkisleikinn í þessum leik og í leiknum í París. Þú veist, það sprakk þetta. já, þú veist, þá voru allir svona í kring eitthvað að fara að mynda mann. Þú veist, ég var búin að vera með Steini var myndatökumaður hérna með mér og þú veist, hann var bara með einhverja myndavél þar sem hann bara svona, þú veist, það var ekkert ákveðið að ætti að mynda mig eða eitthvað. Ég held að Steini hefði bara ákveðið þetta að því að hann satt bara við hliðina á mig þegar leikirnir voru og hann var bara með svona GoPro-vél þar sem hann var bara að horfa á leikinn og var bara svona með hana á mér sko. Mitt. Og Þannig var þetta til. þannig var þetta til sko og Steini bjóð til þetta frábæra efni bara upp úr engu en síðan ég held mér sér að það verið UEFA sjálfur sem að voru búin að setja myndavél fyrir fram að mig sko í frakkaleiknum sem að þau föllum úr leik og þá er alveg gaman að fara úr þessu sko þegar það er að stilla eitthvað upp þá fer það að vera svona eitthvað meðvitaður sko hvað er að gerast í kringu því sem að var alls ekki máli þegar ég og Steini voru bara tveir þarna sko. Nei. Það búið að setja ákveðin standard samt með Robbie Williams og Kroos, þannig að ég þorði ekki annað en að það var Kári Stef, Katrín Jakobs og svo þú. Ég held að þetta sé bara svipu uppstilling. Svona innanlands uppstilling. En hvernig finnst þér að vera orðin annars konar sjónvarpsmaður? Hvernig fílar það? Sko, ég hef bara alveg mjög gaman af því, sko. Konaðin var ekki hrifin að því. Þegar þú ætlaði fyrst að, sagður það ekki eftir hana? Þú ætlaði að fara í, ætlaði að fara að taka viðtalsþætti og þá hafa henni ekkert litist á blikuna. Það að fara að tala eitthvað á ókunnið fólk. Jú, það, þú veist, og hún er ennþá að velta þessu fyrir sér, sko, að ég er, eins og ég sagði, ég er frekar svona rólur dagstæðlega og ég þarf ekkert að vera neinu spjalli út í hið óendarlega, sko, hvort sem það er heima, en þegar ég er með gesti eitthvað, þú veist, mér líður bara ágætlega í góðum félagskapi, ég þarf ekki að vera að tala allan tíman og ég get alveg hlustað bara og henni fannst þetta skrítið ef ég ætla að vera með einhvern spjallþátt og en mér fannst það líka skrítið, ég get alveg sagt að það var svona, þú veist, það var ekki einhver hugmynd sem ég var búin að vera með í maganum lengi og og ég var reynda búið að biðja mig þetta held ég 1 eða 2 árum áður eitthvað en þá vildi ég nú ekki fara í þetta síðan er mér búin að prófa svo margt þú veist, ég er búin að ég er sjónvarpskokkur það má ekki gleymast að ég er sjónvarpskokkur og þú veist, ég hef mjög gaman að ég prófa eitthvað sem að ég er eiginlega samfærum að ég get alveg staðið í Okay. Þú veist, ég er ekki tilbúin að prófa til dæmis að fara að negla eitthvað upp eða skrú eitthvað upp, eitthvað vesen, smíða eitthvað. Ég veit bara, það bara henta mér ekki. Og þá vil ég frekar bara sleppa því að gera hluti sem henta mér ekki, bara enga veginn. En ég er alveg, ef ég hef svona smá trú og gaman einhverju, þá er ég alveg tilbúin að prófa hluti og ég hef þú veist, ég held að sé holdt fyrir mann að prófa eitthvað annað svona af og til af því að vera bara að lýsa íþróttaleikjum held ég að væri bilaður bara að lokum, ef það var bara í því
þess vegna ágætt að taka smá svona hlýðaskref. Þetta svaðalegt magna leikinn sem þú svona að lýsa. Já, þetta, ég væri bara tilbúin að finna einhvern til þess að fara yfir það, hvað maður búin að lýsa mörgum leikjum. Af því að ég bara núna einmitt á þessum síðustu vikum, þar sem að við höfum verið í þessum COVID-tíma, að þar hafa verið eilífar endursýningar og verið að rifja upp eitthvað gamalt út í hið óendanlega. Og það hafa bara verið heilu dagarnir, þar sem að ég hef lýst bara og verið með þætti bara frá í dagskráni, bara frá morgni til kvölds. Það svoleiðis. Og þess vegna óska ég eftir það einhver bara fara yfir þetta og finni hvað maður er búin að lýsa mörgum leikjum. Þetta er, ég get ímyndi, ég var reyndar aldrei, þegar ég var upp á Stöð 2, þá fekk ég að prófa margt og ég tók mér þess að íþróttafrétta vaktir, en ég prófaði aldrei veðurfréttir og ég prófaði aldrei að lýsa leik. Ég get ímynda mér að þetta tekur úr manni að vera garg og gól og tala allan hennar tíma, menn þetta er orkufrétt. Þetta er það svo sannarlega og það er þú veist, að fara heim til dæmis bara eftir leik, þú veist, að lýsa til stundu til 11 eða hvað það er. Ég er alveg eins og ég var þegar ég var að spila, þú veist, ég á mjög erfitt með svefn, þú veist, ég sofnaði vilt seint eftir ég er að lýsa leik eins og þegar ég var að spila leik. Þegar það er bara svona eitthvað, adrenalíni er einhvern veginn ennþá í manni og það er svona, þetta er alveg skrítið, þú veist, þó maður bara sé búin að sitja í stól og lýsa einhverju þá er einhvern veginn ennþá eitthvað líf svona, það er eitthvað líf í manni ennþá og þetta tekur alveg klárlega úr manni og þú veist, þá voru gerðar og maður hefur séð það sem ég veist algjör synd að þú veist, við vorum að gera það svolítið fyrir nokkrum árum þar sem maður voru að lýsa þú veist, tveimur leikjum kannski á dag og með einhvern þáttjafel á milli eða eftir eitthvað og það finnst mér bara algjör synd því að þú munt aldrei fá það besta út úr þeim aðila, þú veist. Það er bara ómikið. Já, það er bara ómikið þó að maður geti sagt, mikið, það er ekki mikið vinna, þetta er 4 tímar eða, þú veist. Það er bara eins og í öllu öðru sem að þú vilt gera vel að það getur vel verið að þetta séu 4 tímar hjá einhverjum en að undirbúa sig fyrir leiki það tekur nokkra klukkustundir og miklu meira en það í raun og veru því að heimurinn er orðinn þannig að það eru sérfræðingar í öllum hópnum sem að hafa interneti sem enginn hafði á sínum tíma og þú þarft bara að vera mjög vel að þér af því að það eru sérfræðingar út allt sem eru tilbúinir að leiðrétta eða út í það er farið og síðan bara einmitt tekur þetta á ef þú gerir þetta með hjartanu, þá tekur þetta á líkanlega. Ertu líka alveg full on með hjartanu þegar þú ert að lýsa Getafe og Leganes? Sko, það er að sjálfsög aðeins öðruvísi. Maður er kannski ekki jafn spenntur fyrir, en það er til dæmis enn frekari undirbúningur sem maður þarf í það. Þú veist, það eru kannski leikmenn sem maður hreinlega þekkt ekki, hefur ekki lýst hjá áður og eitthvað. En síðan er bara, þú veist, maður veit aldrei hvert leikurinn tekur mann. Af því að það er að fallegasta við íþróttir að þú veist aldrei hvað gerist næst. Og þú veist, maður er búin að upplifa svo stórkostleg augnablik með þessu, þú veist, við fyrir bara 1 ár eftir í tíman þegar maður var að lýsa Barcelona Liverpool í meistaradeildinni þar sem að allt var búið og síðan fyrir maður að lýsa á Anfield og þetta bara snýst allt í hringi og þú veist, það eru bara þessar tilfinningar sem bara er svo gaman að upplifa og þetta eru bara íþróttir í hnotskurn að fá að vera í þessu er bara, þú veist, að því að maður missir, þegar maður hættir að spila þá missir maður þetta svona, þú veist, þetta keppni svona aðeins, það er tekið af manni þegar maður hættir að spila eða þjálfa og þess vegna það er svo gaman að geta verið í þessu og elska að gera þetta. Þá einhvern veginn nær maður að halda einhverju þarna í þessu keppnisskapi sem er þarna að mann er einhvern veginn að koma því allavega á einhverju hreyfingu þó að sé kannski ekki að það sama þá er þetta samt bara að maður bara, þetta er svo gaman það er bara þetta er geggjastarf. Einmitt. Ég hugsaði oft, þetta hefur verið á
HM 2006, þá var ég að vinna á Fréttastofunni 2 og ég fæ að taka þarna þegar Hilmar Björns er yfirmaður íþróttadeildar, þá tók ég smá að sumarfríinu mín og tók íþróttavaktir og þá einmitt fann ég þetta að ég hef gaman og ég hafði fréttamennsku, þá get ég ekki logið því að ég hafði meira gaman að því að tala um fótbolta og þá fór ég myndi að velta þessu fyrir mér að það er svona svo starfsaldurinn og jafnvel starfsgleðin sé stundum meiri í íþróttafréttamönnum heldur en venjulegum fréttamönnum af því að bara það er meiri ástríða fyrir viðfangsefninu, af því á einhverjum punkti það getur verið smá erfitt að mótivera þess að ég hefur enn einu svona ræðum stýrivexti Seðlabankan Já. En það er eitthvað við þetta þegar að, þú veist, það kemur Barcelona, Leverkusen og Messi setur fernu, þetta er eitthvað, það er erfitt að útskýra og síðan er það líka bara, þú veist, munurinn á að vera í beinni útsendingu og í einhverju sem er teipað eða þess aftur. Þetta er bara eins og svart og hvítt, sko. Það er bara þetta kikk að vera í beinni útsendingu sem að, þú veist, 95% af íþróttum eru, hvort það eru þættirnir eða og náttúrulega leikirnir alltaf. Þá er bara, það er eitthvað kikk, þú veist, maður fær alltaf smá svona spennu eins og maður sé að fara að spila smá stress eitthvað og það er bara, þú veist, það heldur líklega í mér lífinu að hafa þetta alltaf, að geta fengið þetta smá stressbolta og þurfa að undirbúa sig og þetta er bara, þú veist, þetta er bara geggja að vera í sjónvarpi alvöru leikur og maður, þú veist, þá fær maður alveg gæsa þannig að allt tómaði sér fleiri 1000 kilometri í burtu að horfa einhvern skjápar eins og fólki heima, þá er þetta bara svo gaman. En myndirðu segja þá einmitt að maður eru tilfinningur með íþróttamenn, svona topp íþróttamenn, að þeir ná þessu flæðis ástandi og verða einhvern veginn að ná því, að þú ert bara í leiknum hvergi annars þar. Myndirðu segja að þú náir þá þessu ástandi líka bæði annars vegar þegar þú ert að þjálfa og líka þegar þú ert að lýsa og þegar þú ert í beinum útsendingum, eins og þú segir. Já, það er einmitt bara sko sérstaklega finnst mér, þú veist, í sjónvarpinu ég vil fá að vera bara einn, sko, þegar ég er að undirbúa mig, þá vil ég bara fá að vera í frið. Ég þarf að vera svona í helst 2-3 tíma, bara síðustu 2-3 tíma fyrir, þá er ég bara í frið og ég er bara að undirbúa mig og svona. Maður þarf svona að komast í ákveða ástand og það, ég veit ekki, maður býr sér til svona einhverja rútínu og maður finnur bara hvað virkar fyrir mann og það er eiginlega rútína minn í dag er yfirleitt bara þannig að þetta eru 2,5 kannski að minnstakosti tími fyrir hvernig leik það sem ég bara vill helst fá að vera í frið og ef maður bara skoða alltaf síðasta og maður er búin að undirbúa liðin og eitthvað og síðan kemur byrjunarlið klukkutíma fyrir og þá er maður að fara yfir það allt á hreinu hérna það, þú veist, maður þarf að komast í smá svona són þegar maður er að lýsa fótboltaleika því að þetta er útrúlega nördalegt að sitja einn og tala sko. Þetta er mjög skrítið með headphone bara og þú veist sjónvarp fyrir fram að þig og eins og þú sér að tala bara í sjálfa þig sko. og hérna stundum er það bara þannig, maður er að tala við sjálfa sig sko, maður er að spyrja sjálfa sig spurninga og þú veist, það er oft þannig þú veist, hvað er hann að gera? Ég veit ekkert hvað hann er að gera, þú veist, maður er bara stundum lendið með bara því að maður, þetta er skrítið en einhvern veginn hefur maður gaman að þessu. Saknar þess núna í COVID-tímabilinu að fá ekki að lýsa leikjum? Sko mér fannst ágætt að fá svona smá hlé frá að lýsa, þú veist, það er bara hollt af og til og búið að vera alveg nóg þarna á undan en ég saknaði þess bara mest að sjá ekki fótbolta, þú veist að geta þá ekki bara verið heima og bara kveikja og ég er að fara að sjá einhverju leiki í beinni. En jú, maður saknaði þess. Það er búið að þurrausa sagnfræðina. Já, það er búið að fara yfir allt núna, þannig að þetta er dottið í gang í Þýskalandi og blessunlega virðist þetta vera bara detti í gang hér á Íslandi núna miðjan júní. Þannig að þetta virðist vera að detti í gang víða en hérna vonandi samt sem áður segi ég því að ég held að við höfum flest haft gott af þessari pásu sem að þjóðfélagið var sett á og að hvað leiti? Ég held að við bara
vonandi lærum svona bara aðeins að meta allt í kringum okkur, þú veist, og að maður þurfi ekki að vera full út allt og allan bæ, alltaf, sko, þú veist, það er þetta að leysa ótrúlegustu mál, bara með að vera heima með sem í fjölskyldinu og tala við alla hvar sem í heiminum, á þess að þurfa að fara út allt og vera einmitt bara með börnunum, þú veist, ég hef ekki eitt svona miklum tíma heima með börnunum síðan að ég bara aldrei, leyfi ég mér að segja, sko, og ég held að það bara verið mjög hollt fyrir okkur öll og ég bara, þú veist, ég vona bara svo innilega að við áttum okkur á því, þú veist, íþróttir, við hefum bara gengið að því bara, já, að þetta væri bara sjálfsagt að þessi 3 fótboltaleikir okkur einsta kvöldi til þess að horfa hvað það og nú erum við rænt því bara í þetta langa tíma og vonandi metum við það betur, vonandi meta allir íþróttamenn, það er líka að þetta sé ekki sjálfsagt og vonandi sjáum við það til dæmis bara á Íslandsmótinu í sumar að það verður svo gaman hjá þeim að spila að við sjáum það sem áhorfendur og ég held bara að við vonandi erum við ekkert að drífa okkur á einhverja fulla ferð í kjölfarið af því að við getum gert þetta allt jafnvel bara á minni hraða og bara hafa, þú veist, ég nota alltaf mikið orð bara hafa gaman aðeins en þetta hægja á okkur, kennir okkur náttúrulega ýmislegt og svo ég vitna aftur í Kára, hann talar það sé svona stóra sem að sjá eftir að hafa ekki varið meiri tíma með börnunum sínum þegar þau voru ung en hann núna svolítið svona, hann búin að fá það aftur í gegnum að vera afi þú ert að fara að vera afi Já, ef allt gengur á óskum þá hvernig leggst það í þig? Það leggst sko það trufla mikið neitt, ég veit ekki ég er bara þá kannski eftir að trufla mig í september þegar það gerist, ég veit það ekki alveg en nei, ég er bara Treystur þú guttanuðinu fyrir þessu hlutverki? Sko, við hefum verið að ræða þetta hjónin aðeins og hvort að við hreinlega að því að við Albert fæðist 97 og þá er sko júní 97 þú veist, þá er Krissa 22 og þú veist, og ég er að vera 23 á því sko og okkur fannst við heldur betur verið klári í þetta og þau eru nú bara svipuðum aldrei sko og samt lítið maður einhvern veginn á þetta þau eru ekkert klári í þetta sko en ég held að sé engin klári í það að vera foreldri fyrir það gerist sko það er bara þannig og þú lærir það bara með því að þegar barnið kemur í heiminn það er enginn að segja mig það að ég hef verið fæddur eitthvað í það að vera foreldri og verið klár en það er bara einn af þessum hlutum sem hún lærir og ég er bara hlakkilega mjög til að hafa hlutverksins mér finnst ég alltaf ungur til þess að vera afi en ég hlakka samt til sko. Það er fínt ef ég verið ungur afi þá get ég kannski gert eitthvað með þeim Búið rosa gaman að fá þig og ég reyna að fóra upp í Williams næst Já, það kemur vel íst við það þegar þú kemur inn í skipti nr. 2 Já, takk fyrir að fá mig Takk fyrir að koma Takk að þér